Ég ætla að fara svona yfir hérna húsið og umhverfið og telja upp það sem að Finnbogi gerði. Hann gerði fullt, en ég held að sé bara betra að sýna þetta bara svona í myndbandi. Síðan er ég líka með Google Map myndir sem sýna nákvæmlega dagsetninga hvað hlutin tóku lengi. Ég ætla að byrja bara aðeins að fara yfir þetta svona. Sem sagt, inn í húsinu þá lokkuðu við Finnbogi saman yfir megnið á panelinum eina umferð. Það voru smiðir sem settu allt hérna upp og þeir settu upp eldhúshrindinguna og þeir settu upp hillurnar og já, unnu alla og parkettið og allt það. Það var ekkert sem að við gerðum. Finnbogi gerði hins vegar svona smá hluti. Við settum sameiginlega upp hérna þessa króka hérna undir hérna hjá mér og Finnbogi setti upp lampa sem eru hér. 1, 2 og 3. Hann setti líka upp þennan skáp hérna og við vorum svona saman að setja upp og við gerðum þetta saman og settum upp myndir og eitthvað svona. Við vorum líka sameiginlega að setja upp þessar rúllugardínur á sínum tíma og hann setti upp slána hérna fyrir hurðinni hérna sem ég hreinsaði og hann setti hann þetta upp fyrir mig. Inn á baði þá setti hann allavega ljósi myndi ég halda og hugsalega speglana eða ég er ekki alveg viss með það. Þetta gerðu smiðir. Það er ekkert hérna inni sem hann gerði. Hann hefur sett upp sjónvarpið. Smíðaði ég en hann sótti hann nú fyrir mig. Ég teknaði hann en hann sótti hann í það sem hann gerður. Inn í Borgarnesi. Hérna í forstofunni setti Finnbogi upp hanga fyrir mig. Og hann skrúfaði líka upp þennan ofn hérna. Allar hillur hérna voru smiðirnir, settu þetta allt upp. Við gerðum ekkert af þessu og allar hitagræður og allt það var iðnaðarmenn í þessu öllu. Hann setti upp hérna, þú veist, fjöldhengi og eitthvað svona leiðslur fyrir kaffivélinu og eitthvað svona. Annað var það nú ekki sem hann gerði hér. Ég held að það sé allt komið sem að ég sé búin að tala um allt hérna inn í þessum bústað mínum. Ég ætla að bæta við að það er einhverja hangarinn á baði sem hann setti sannlega líka. En hann gerði hins vegar eitt. Það komu mís hérna. Það var sett nýtt parkett og svo sem að þegar var verið að bora hérna eitthvað með vaskin og eitthvað þá hérna komu mísinn, það var skil eftir gat og hann skreiði undir húsið og lagfærið það, setti eitthvað þéttinett og hann hjálpaði líka mikið til þegar kom vatnstjónirna og hann hjálpaði til við það að skrifa tryggingunum og var með mér innan handar í því. Einnig á þessum tíma hefur náttúrulega svolítið verið breytt húsgögn hérna, sérstaklega stóla og borð og sófa. Ég held að ég sé búin að pröfa eitthvað 3 settingað og Finnbogi hjálpaði mér við að bera húsgögn heima frá mér, setja í bílinn og bara þetta með mér hérna inn og eins ef ég var að kaupa úti húsgögn og alls konar sem ég var að brasa. Hann var með mér í svona ferðum, við vorum kannski að koma einn upp í dyr og já, eins þegar ég var að taka dótið úr IKEA og setja í skotta á bílnum mínum og þú veist, keyra hérna upp yfir og eitthvað svoleiðis, þá var Finnbogi oft með mér í alls konar svoleiðis hlutum þó svo að iðnaðarmenn hefði síðan gert alla vinnuna. En þá var alltaf einhver undirbúningur líka sem hann hjálpaði mér oft við. Hérna röðuðu við þessum steinum hérna einhvern tímann saman hérna þessum sem standa svona upp á rönd. Þeir voru nú bara hérna við lóðina og þeir voru afgangslíka nokkrir frá því að gámurum var gerður og við reyndum að setja þetta hérna. Strákarnir mínir hjálpuðu mér líka við að koma þessum steinum en Finnbogi svona hjálpaði mér að raða þeim líka. Hérna settum við lyngþökur hérna yfir þetta
sama eiginlega. Hérna úti voru iðnaðarmenn sem að gerðu alla hluti, settu bárujárnið og gerðu allt hérna og byggðu pallinn. Finnbogi hins vegar gekk frá þessum hérna kanti. Þetta var skilið eftir hrátt og hann fann út úr þessu fyrir mig. Eins gekk hann frá pallinum. Hérna sett hann þessar spýtur og ég held hérna líka. Ég held það. Þessa stóra trétrumba það hérna náði við inn í fjöru saman. Finnbogi gerði þetta beð hér fyrir mig. Dró þessa steina hérna úr grunninu sem aðeins þarna lengra. Og ég keypti síðan þessar plöntur og hann gerði þetta á jeppanum sínum og dró þetta hérna til með hérna járnkalli og raða þessu fyrir mér. Hérna sjáum við lóðina hérna. Hérna keypti ég lyngþökur sem Finnbogi setti á. Svo hérna útipallur og útisturta. Það var náttúrulega pípari sem setti útisturtuna og allt það, en Finnbogi undirbjóða. Hann gróf hérna niður og gerði gat hérna við húsið og einangraði síðan hérna við. Það voru iðnaðarmenn sem að smíðuðu pallinn og náttúrulega menn sem kom og grófan og allt það. En við Finnbogi hins vegar röðum þessum þökum hérna. Gerum þetta saman. Og Finnbogi síðan hérna reyndi nú eitthvað að rétta þetta hérna af. Þetta tókst nú kannski ekki alveg hjá okkur en hann gerði þetta nú ansi vel hérna. Þannig að þetta gerðum við saman. Þetta var svolítið valt. Hérna í planinu var jarðvegsskipt planið, það var sett svona drenrör og það var náttúrulega iðnaðarmenn sem ég greiddi fyrir alla þessa vinnu og kom með moldina hérna mölina og allt það. En Finnbogi var með þennan dag og mókaði fullt hérna og gerði góða hluti hérna í þessu. Á sama tíma var jarðvegsskipt hérna fyrir þennan gám. Ég kaupi gáminn og ég kaupi þetta grjót og grjótið er komið með hingað og sturta hérna á planið. Gámurinn, flutningsmennirnir kom að setja gáminn hérna niður. Finnbogi setur spýtur í botninn eða undir hann og hérna festir gáminn með spýtum og grjóti. Síðan hleður hann þetta hérna upp og ég kaupi torfið og hann raðar þessu torfið. Þetta í rauninni gerði Finnbogi einn. Ég gerði ekki eiginlega neitt hér. Ég hjálpaði honum einhvern tímann ef eitthvað fauk og eitthvað svona smáttir í. En aðalega myndi ég segja að þetta er nú bara það sem Finnbogi gerði sjálfur og hafði eiginlega svolítið vissi hvernig átt að gera þetta og hafði hugmyndir þetta. En þetta var mjög flott gert hjá honum og ég sem við hann þegar við gerum þetta og palli niðri að ég er að bjóða honum í 2 utanlandsferðir og hann samþykkir það. Það var svolítið mikið drulla hérna alltaf og Finnbogi reyndi að setja þetta rör það nú komið upp úr jörðinni en hann svona mokaði eitthvað og var eitthvað að reyna að gera þetta þannig að hann gerði það líka. Þessa ljósastaura keypti Finnbogi og setti upp og gaf mér. Þetta var 60 afmælisgjöf til mín. Ég setti niður slatta af hríslum á þessu tímabili. Oft náði ég í hríslur sem voru bara utan vega og ég keypti einni og færði til gróður. Finnbogi var oft með mér í því. Það var svona gönguferðir eða bíltúrsferðir og við náðum einhverja plöntur. Já, en allt sem var keypt, náttúrulega keypti ég, en hann var oft með mér í að gera alls konar með plöntur. Hann
breytti líka aðeins hérna, þetta var svona afleiðandi og hann raðaði smá svona torfi sem var ágangs og setti steina inn í og gerði svona ljómandi fínan kant hérna. Ég vil líka taka fram að margt sem að Finnbogi gerði, ég var ekkert að beða hann um það, hann kannski var hérna og gerði það bara. En það var nú ekki oft, en samt sem áður, það var til dæmis í þessu tilfelli. En mjög huggulega gert hjá honum og ég var mjög þakklátt fyrir það. Hérna niður í brekkunni þá sjáum við borð. Þetta borð átti ég og við komum með það frá Reykjavík og Finnbogi lagaði það, neldi það saman og hann og sonur minn báru það þarna niður í þessa laut. Hérna inni í gámnum þá voru settar svona slár til að geyma og þá var settur hérna svona járn ofan á undir þökurnar til þess að styrkja þaki á gámnum og þetta og eins hérna hurðin, hann var svona sett svona hnoð þannig við gætum skrúa svona einangurinn á hurðina og þetta gerði bróðursonur minn með Finnboga Hrannar og hann er sem sagt blikksmiður held ég heiti og þeir voru hérna í þessu. Mér langar aðeins að tala aðeins meir þetta hvað Finnbogi gerði í húsinu. Það var náttúrulega kom maður og gerði grunninn og síðan voru gerðar steyptar svona stóðir undir húsið og Finnbogi tók utan af þeim. Hann tók líka, hann var með þegar við vorum að flytja húsið, bara að fylgjast með því. Hann tók gólfið úr gamla húsinu með bara járnkallið, það var náttúrulega fúið og fauk bara af. Og svo þegar smiðirnir byrjuðu að vinna, þá var hann mikið þarna frá. Hérna hjólhýsið mitt var þarna og við vorum þarna og fjölskylda mín og fylgdust með og hann kom líka og gerði mat mann ég onni í smiðina. Og ég var svolítið í útlöndum, hann tók svolítið myndir og fylgdist með og sendi á mig en það voru náttúrulega menn sem voru ráðnir bara í verkið að gera þetta. Hann setti líka dælu á vatnið. Það var hugmynd frá honum og ég keypti dælu og hann gróf þar sem að vatnsinnlögnu kom inn í húsið og fann hana og setti dæluna en það var nú mistókst, hún sprakk og varð ónýt en samt sem áður hann gerði þetta. Ég hélt mjög vel utan allt sem að Finnbogi vann þarna. Ég tók myndir af öllu sem eru dagsettar á Google Photo og það gerði ég náttúrulega út af því að ég vildi hafa á hreinu hvað hann hefði gert. Auðvitað minnist ég ekkert í þessu á hvern einasta hlut sem hann gerði en það fekk hann að vera þarna og við vorum hann og þá vorum við að gera eitthvað. En ég er að tala stærstu þættina og við töluðum margoft það að auðvitað myndi ég borga honum fyrir það sem hann var að gera. Auðvitað þess að 2 stóru verkefni sem ég bauð honum í ferðirnar þá átti þetta að fara upp í leiguskuld og hann skuldaði mig gífurlega fjármuni og þó svo að þetta sé allt sem hann uppgert þá er það nú þannig að Finnbogi skulda mér samt sem áður mikla peninga. Og ég er mjög hissa að hann skuli fara þessa leið og ég finnst þetta bara ótrúlegt að koma mjög óvart.